Þá það 7. dagskrárliður í útsendi dagskrá leiguíbúðir Akureyrarbæjar leiguverð. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér hefur lagður fram 10. liður í fundagerð velferðarráðs dagsett 30. ágúst 2017. En þar var tekin fyrir að nýju tillaga hækkun á leiguverði umfram vísitölu á leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Málið var áður á dagskrá í velferðarráði og bæjarráði í júní og ágúst síðastliðnum en lagt til að húsaleiga á 2 herbergja íbúðum og þjónustukjörnum þar sem herbergi með baði og stúdíuíbúðir eru hækki 3,8%, leiguverð á 3 herbergja íbúðum hækki 10% og annað húsnæði hækki 3%, en þó hækkar ekki húsaleiga í Grímsey og Hrísey. Hækkunin taki gildi 1. janúar 2018. Og velferðarráð samþykkti þessa tillögu og vísa henni til hingað áfram til bæjarstjórnar. Svona aðeins bara til þess að gefa mönnum hugmynd hvað hér á seyði að við auðvitað þannig að við erum að gera breytingar á leiguverði félagslegra íbúða. Upphaflega var það meiningin og kom fram í minnisblaði að leiguverð í félagslegum íbúðum var töluvert undir leiguverði sambærilega íbúði í höfuðborgin sem og menn reiknu með því að með þessari hækkun myndu menn svona aðeins nálgast þá leigutölur. Þannig er náttúrulega að ræða sambærilegar aðila og þannig er þetta náttúrulega langt frá þó leiguverði á markaði. Þegar ákvörðun var tekin í velferðarráði eða þegar þessi tölur voru lagðar fyrir velferðarráð kjölfarið þess þá hækkaði Reykjavíkurborg flatt hjá sér 5%. Þannig að við svo sem erum ennþá töluvert undir því sem að gerist og gengur í höfuðborginni hvað þetta varðar og við erum átt okkur á því að við erum að tala félagslega íbúðir, við erum ekki að tala almenna leigumarkaður og það er svona kannski bara sambærilegar aðstæður sem við erum þarna að takast á við. En næsti liður hér á eftir er mótvægisaðgerð að einhver leyti þar sem við erum að taka upp skal ég segja breytingar á sérstökum húsnæðisstuðningi og við fjöllum það hér á eftir. En ef við skoðum aðeins hvaða áhrif þetta hefur á þá sem í félagslega íbúðakerfinu hjá okkur þá þetta svona meðaltalshækkun 1,2% stig og meðaltalshækkun einhverjar 4.091 kr. á mánuði. Þetta snertir náttúrulega sjálfsögðu mest þá sem 3 herbergja íbúðum en þar hækkunin 9.694 kr. á mánuði og margir af þeim sem þar eru ekki að fá neinar breyting á sérstökum húsnæðisbótum þannig að þessi hækkun kemur á þá. Hins vegar eru þarna einstaklingar sem hugsanlega þarf að ýta við og hafa kannski ekki sótt sérstakar húsnæðisbætur, það var einhver hópur en allt í allt eru þetta þá einhverjir 57 sem fá þessa hækkun, hámarkshækkun 9.694 kr. Hins vegar rétt að árétta það að húsnæðiskostnaður þessara 57 sem eru þarna að fá þessa hækkun að meðaltali eftir hækkunina 19,1% af ráðstöfunartekjum og oft að vera að ræða þetta í samfélaginu þá vera að tala 20 eða 25% þannig að við svo sem erum þá innan við þetta og það eru einungis 10 einstaklingar eða leigjendur sem fara yfir 25% markið og það er svona kannski eitthvað sem að þarf að þá vonandi ég veit ekki hvort að þeir eiga hugsanlega möguleika á því að sækja sérstaklega húsnæðisstuðning á móti þessu en það þarf að kanna það og það er náttúrulega gert reglubundið. En þetta er fyrst og fremst bara til þess að bregðast við. Það var ákveðið á sínum tíma að hækka leiguverð á íbúðum Akureyrarbæjar í ákveðnum áföngum, svo var því nú frestað og þetta er nú að það kannski við erum svona kannski þá ná fram ákveðin leiðréttingu. Það er aldrei gott að hækka svona í einu skrefi en við þetta var samþykkt í velferðarráði og við höfum svo rætt þessi mál í bæjarráði þannig ég gerir nú ráð fyrir því og legg til að þessi breyting verði samþykkt hér í bæjarstjórn. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er enda mál sem hefur verið haft mikið samráð við alla og við höfum átt ágætisfundi þar sem hefur verið farið í mikla greiningavinnu á því hvaða áhrif þessar hækkanir hafa á einstaklinga.
og í kjölfarið á þeirri vinnu var meðal annars gripið til mótvægisaðgerða sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin lýsti hér áðan og koma fyrir í næsta lið, sem eiga náttúrulega að mæta fyrst og fremst þeim sem að verst standa hvað þetta varðar. Og ég veit ekki annað en að í umræðum í bæjarráði sem ég hafi bara verið töluverðar og þá hafi menn verið sammála því að stíga þetta skref og það sé talið nauðsynlegt. Því þetta kerfi þarf líka að vera til þess hæft að geta staðið undir þeim endurbótum og því viðhaldi sem að þarf að fara í á þessum íbúðum. Því að ákveðið vandamál í þessu kerfi hjá okkur og það er kannski eitthvað sem að þarf að skoða í framhaldinu og það er það að kannski þarna inn í þessu kerfi einstaklingar sem ættu kannski að vera á einhverjum öðrum markaði og það er bara eitthvað sem þarf þá að skoða nánar, hvernig fólk eða hvernig við erum að rúlla fólki í gegnum þetta og það liggur líka fyrir að það er töluvert af einstaklingum í 3 herbergja íbúðum sem vildu gjarnan verið minni íbúðum en þær eru bara ekki til. Þannig að það er líka eitt af því sem við þurfum kannski aðeins að skoða í þessu samhengi, það er samsetning íbúðana sem er til ráðstöfunar í þessu kerfi. Ég horfi nú líka til þess að ef að þessi félög sem að hafa lýst vilja til að byggja hér íbúðir án hagnaðarkröfu eins og sagt er, þá að vera að byggja svona minni íbúðir að hugsanlega eigi einhverjum af þeim aðilum sem þarna inn í kerfinu möguleika á því að koma inn í það kerfi, þá væri það bara hið besta mál og geti létta einhverju leyti á. En ég styð þessar tillögur og veit ekki annað en að við gera það í sjálfu sér öll sem vorum í bæjarráði og ég tel að þarna sé farið mjög hóflega í hlutina og bara í samræmi við það sem að við settum okkur í upphafi. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Þá getur bæjarfulltrúi kannski bara taka undir með bæjarfulltrúi Gunnari það að ég held við svona reynt að vanda okkur í þessu efnum og ég held að það sé mikilvægt. Við höfum líka svona kannski líka dregið þetta aðeins vegna þess að við fórum þarna í ákveðna greiningavinnu, fengum ágæta greiningu á þessu og umræðu í bæjarráði og svo aftur í velferðarráði, þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að menn svona átti sig á því hvaða áhrif þetta hefur. Auðvitað er það þannig að þetta mun snerta einstaklinga, einhverja sem að munu fá þarna svolítið skella á sig og það náttúrulega bara þannig en aðrir þetta og við erum að tala um 9.600 kr. á mánuði en hins vegar þetta svona í heildinni held ég að við höfum stigið varlega í þessum breytingum okkar þannig ég held að við séum bara að gera þetta eins vel og við getum til þess að akkurat eins og bæjarfulltrúi Gunnar benti á til þess að þetta kerfi svona sé standi undir sér en það er líka það að ég langar aðeins að taka undir með honum að það er mikilvægt að við horfum til þess að stoppstyrkja íbúða og við svo sem höfum rætt það og liggur svona kannski boltinn hjá okkur þar sé að við þurfum aðeins að klára vinnu með formaður skipulagsráðs hvaða tillögu hann og þá skipulagsráði hvaða tillögu þeir koma með til þess að finna byggingar fyrir stoppstyrkja íbúðir og það er líka hugsanlega að breyta einhverjum samþykktum til þess að mæta því en ég held að það sé nefnilega muni taka hluta af þeirri þörf sem er fyrir leiguíbúð og það mun taka svona þennan hóp sem þarna á í svona millibili ætti í rauninni að vera kannski að fara út úr kerfinu vegna þess að félagslega íbúðakerfi á náttúrulega ekki að vera kannski til langframa þetta á fyrst og fremst að vera stuðningu þegar menn lenda í erfiðleikum þannig að það er svona kannski þá næsta skref sem við vonandi náum að koma af stað vonandi fyrir en seinna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem enginn hefur hvert sem ljósgöngu þá sem sagt liggur fyrir okkur tillaga. Bæjarstjórn samþykkir framlagða tillögu hækkun á leiguverði í leiguíbúðum Akureyrarbæjar dagsett 1. júní 2017 og hækkunin taki gildi frá og með 1. janúar 2018. Þess að geta samþykkt af eins að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.